Eðlisfræði fjallar eiginlega að útskýra eðli hluta og bæði þá efnis og geislunar sem við sjáum allt í kringum okkur. Það má eiginlega segja það að eðlisfræði notar stærðfræði til þess að lýsa í rauninni þeim líkönum sem að útskýra hvernig hlutir virka í náttúrunni og í umheiminum öllum. Og svona dæmi eðlisfræðilegar spurningar sem maður heyrir kannski af hverju er himinninn blár, af hverju er flóð og fjara, hvernig var heimurinn til. Þetta eru spurningar sem eðlisfræðingar eru að bjástra við að reyna að svara. Eðlisfræði bara mjög skemmtilegt. Búin að læra mikið hér. Ég núna í 3 ári en ég var að taka þátt í námskeiðinu í eðlisfræði þéttefnis, nútímaljósfræði og líka í inngangur í jarðeðlisfræði svona. Það mjög fjölbreytt og mikið að gera, mikið að fara í rannsókn líka eitthvað og það mikið með svona, mikið stafffræði líka sko. En samt mjög skemmtilegt og mjög gaman að læra eðlisfræði. Sko ég þýsk en ég er að læra í Heidelberg og þetta svona stúdentaborg en það svona við erum eitthvað svona 300 í námið bara eitthvað í 3 ári en hér eru bara eitthvað svona 8 eða stundum 10 og þetta finnst mér bara mjög fínt. Það er líka svona allir þekkja alla og veit hvað þú heitir en eru bara mjög, hvernig segir maður á íslensku, svona kurteisir en alltaf hjálpa ef þú veit með spurningu eða eitthvað þá getur bara að spyrja og fekk bara alltaf hjálp. Í eðlisfræðinni þá getur maður skipt náttúrulögmálinu sem fólk myndi kalla við eðlisfræðilögmál, þau eru byggjast meira og minna bara á 4 kröftum eins og við köllum það. Það eru þá rafsegulkraftar, þyngdarkraftar og svo 2 tegundir af kjarnakröftum. Og með hjálp stærðfræðinnar er hægt innan eðlisfræðinnar að í rauninni útskýra eðli hluta með hjálp þessara 4 krafta. Síðan þarf maður að finna út úr því hvaða kraftur er ráðandi hverju sinni. Síðan er líka hluti af eðlisfræðingum að vinna við að tengja saman ein fræði sem tengja saman þessa 4 krafta. Þannig að þetta er svona gróflega hvað eðlisfræði er. Ég er búin að forrita núna eitthvað svona pínu mikið og ég var aldrei búin að forrita áður og það er mjög skemmtilegt að gera eitthvað öðruvísi sem ég var aldrei að gera í náminni sko. Það er töluvert mikið af eðlisfræðingum á Íslandi sem vinna í iðnaði ýmiss konar. Til dæmis í áliðnaðinum og málmiðnaði er töluvert af eðlisfræðingum. Síðan eru eðlisfræðingar á verkfræðistofum töluvert, tölvufyrirtækjum og hátæknifyrirtækjum eins og Marel og Össur er svona þeim sem tekin. Og síðan eru þið í bönkunum, ennþá. og síðan kenna þeir að sjálfsögðu eðlisfræði og annað í framhaldsskólum. Svo eru þeir í rannsóknum á Háskóla Íslands. Þannig að þeir eru út kvippin á kvappin. Þeir eru á fleiri stöðum en maður heldur svona við fyrstu sýn. Námið er samt erfitt stundum en líka mjög skemmtilegt og spennandi.